Komið nú sæl og velkomin til biblíustundarinnar okkar sem okkur nú fara líka vel við. Fyrsta lagi vegna þess að hún eitthvað sem Drottinn að gefa sjálfur og við sem kristið fólk auðvitað fellum það betur í geð að þiggja úr hans hendi. Því að mörg okkar þekkjum nú þá hendi mjög vel. Og hér komin einhver byssa, öðru sem við höfum notað. En við þekkjum nú kannski frá gamalli tíð. Og við kveikjum einu kerti á og þessu síðan hér og ætlum að lofa Drottinn smá. Svo tilveran verði ekki grá. Það er ekki annað svoleiðis. Við viljum ekki að tilveran sé grá. Og vera björt og sólbirtu böð, það ekki. En við ráðum öllu það hvernig þetta allt saman og höfum nú lært það að það skemmir nú ekkert að vera svolítið svona biblíufróð manneskja. Bæði það skemmtilegt viðfang og ég segi nú í dag að það skemmtilegsta viðfangi sem ég fæst við og hefur gert alveg síðan ég komst til trúar. Já, mjög skemmtilegt viðfang. Og öxlaböndin mín alltaf snúin og þú ert alltaf jafn undrandi á því að ég skulle ekki sjá þetta. Þegar maður verður 70 þá má maður leyfist mann ýmislegt. Svona smá gleymni hér og þar, allt saman þetta nú fyrirgefið. Og það gott að eldast, svo ég segi það nú einu sinni enn, og mér langar eiginlega ekkert til að vera tvítugur. Svo fyrir utan það að þá get ég það ekki, og nú maðurinn sem alltaf hefur lifað daginn. Þetta dagurinn sem Drottinn gaf mér og þetta dagurinn sem ég ætla að lifa í honum. Ég held þú takir ekki undir það með þeim sem segir að það er nú rangt. Því að það er ekkert sem réttara heldur en það að lifa bara daginn eins og blasir við. Hver dagur hann hefur sín verkefni, sínar áhyggjur, sín sumpart átök og þetta nú bara eitthvað sem lífið blessað hefur nú kennt okkur. Og lífið kennir okkur þá leksíu að sýna okkur hlutina eins og þeir eru, það er ekki annars rétt hjá mér. Sýnir ekki Biblían okkur hluti eins og þeir eru. Og við erum alltaf að glíma við blessa, fyrir við með henni þessa, þetta allt öfugt í þessari myndavél maður. Ég er alltaf að reyna að láta bæði ljósin sjást, en ég get ekki verið að hagra þessu þannig að myndavélinn ráði. Hún vil sýna bæði ljósin svona, en hérna frá mér sýnist mér að annar ljósið, Biblían skyggja á annar ljósið, en ég verð að fara bara eftir því sem að myndavél á augað yndislegt sýnir. Ég hef víst ekkert annað en það. En ég hef meira. Ég hef eftirlið það sem þú hefur líka. Ég hef trú í hjarta mínu. Og að því að ég hef trú í hjarta mínum, þá ég með þar bækur í kringum mig, eða bók, þetta nú sama bókin á mismunandi aldri, svo hef ég bækur í kringum mig, bók í kringum mig, sem segir mér allt hvernig ég á að hegða mér og akta og hvað ég þarf að vita í raun og veru til þess að geta sinnt mínu trúar hlutverki. Já, hlutverki. Og hvaða hlutverk það? Það hlutverki sem Drottinn setti mig í og gaf mér fyrirmæli hvernig þetta að vera í orði sínu Biblíunni. Og þetta einmitt það sem við erum að reyna að gera hér,
þarf að fá hin systkini okkar til þess að gera slíkt hið sama. Það er nefnilega þannig, þó ekki séu við sömu manneskjurnar, að það sem gildir fyrir mig í talningum frá Jesú gildir líka fyrir þig sem trúaðra manneskju. Við erum að tala auðvitað það. Við höfum orðið, lesum það, við byggjum til Drottins og byggjum bænirnar okkar og gerum það. Og við stundum samfélagið, flest okkar, því að það er eitt af því sem að Drottinn vill að við gerum sem trúað fólk, að við stundum samfélag. Það heitir að eiga andlegt heimili. En það breytir ekki því að þú munt alltaf áfram eiga annað heimili. Já, ég raun og veru áttu 2 heimili. Og heimilið sem þú, já, svona þetta veraldlega heimili, það samanstendur af ákveðnu fólki og engar breytingar þannig séð sem verða þar. En í þessu andlega samfélagi, þar er hópurinn misjafn. Hann getur verið stór hópur, hann getur verið minni hópur. En það er samt þín fjölskylda, en núna þessi svokallega andlega fjölskylda, trúar fjölskyldan þín, sem kemur saman. Alveg eins og hinn fjölskyldan gerir, hún kemur nú saman, þú ekki sé nema við matarborðið, þar sérðu nú í andlitið á því fólki sem þar er, á hverjum degi jafnvel, já, líklega á hverjum degi. En kannski ekki á hverjum degi hina fjölskylduna þína, en alltaf, já, kannski einu sinni í viku, ef þú ert trúfastur að mæta á samkomur, þá sérðu nú hópiðinn, já, vikulega og sérði jafnvel nýja andlit í hópnum og kannski einhverjir sem voru ekki lengur með. Þetta er svona gangurinn í þessu. Þú veltir því ekkert endilega fyrir þér vegna þess að þú þekkir hvernig þetta er. Akkur fara menn? Já, svaraði mér því, ég veit það ekki. Akkur koma menn? Vegna þess að Drottinn ýtir þeim til þín. Þannig er það nú. Akkur kom gestur í heimsókn á heimilið þitt? Það er nú bara ekki langað til að sjá þig, ég hugsa það nú. Þannig að þetta eru heimilið 2 sem við eigum, en af sitt hvorum meiðinum og svolítið ólíkum meið. Því að trúar fjölskylda þín, hún tilheyrir andans heimi. Hinn fjölskylda þín, mögulega, er svona veraldleg fjölskylda, veraldlegur þangi þar, því að ekki er trúin allra og það sem trúin er ekki, má reikna með að alls konar þangi trú sé trú yfirleitt nefnd, sé alls konar já og yfirleitt ekki mjög nákvæmur. Segjum það. Akkur er það þannig að þetta eru 2 ólíkir heimar, aðskildir heimar. En akkur vita þeir hvor af öðrum að því að trúarfjölskyldan, hún er komin úr þessum heimi, þessum stjórnlausa heimi, veraldlega heimi sem á ekki neitt, er ekki neitt en þykist er allt. Og ég verið hitt og auðvitað veit fólkið í trúarfjölskyldinu heiminn. Þess vegna helst þessi tenging. Og meira, trúarfjölskyldan fer að biðja upp til Guðs sem sér að týna kannski einn einstakling úr hinni fjölskyldinu yfir í trúarfjölskylduna, kannski ekki í þinn söfnuð. Drottinn á marga í þessari borg, hann er að tala einn og annar söfnuð, en samt sama fjölskyldan því að hún lítur sama Guði. Í sjálfu sér skiptir ekki máli hvar menn velja sér stað
bara að þeir séu þar sem Guð kendur. Af hverju segi ég þetta? Ég held þú vitir það alveg jafn vel og ég að það eru alls konar kenningar í gangi. Eitthvað andlegt sem að fólk að snertast af, en ekki samt að snertast af lifandi Guði heldur ykkur öðru sem Drottinn segir að sé háskalegt. Akkur. Vegna þess að þetta hitt sem þarna líka ekkert að bjóða neitt líf. Sértu á þessum stað sjálfur og sjálf þá ertu þetta ekkert sammála þessu því að þú ert að verða fyrir alls konar áhrifum, ég veit allt það. En þau eru ekki frá Jesús, svo mikið veitir. Góð öfl bara gott og illt. Gott og illt. Og Jesús einn. Hvað þú finnur hins vegar, veit ég ekki, en maður heyrir ýmislegt það, menn sé að fá okkur að notalega strauma og allt saman það. En það nefnilega ekki sama hvaðan gott kemur. Það nú málið. Jesús nefnilega einn. Og hann gefur þetta og sé að gefið af honum það ekta. En hvaðan það hitt sem að gefur þó einhverja velíðunar kennd? Það hún allavega ekki ekta. Svo mikið veitir. En auðvitað máttu vera það sem þú vilt. Alveg svo ég má vera það sem ég vill og ég hef valið Jesús. Ég get ekki hlutast neitt til það hvað þú ert að velja, frekar en þú fyrir mig. Og þetta alveg skýrt frá Guði, vegna að hann gaf mér frelsi. Og ég met frelsið og mér finnst það stórkostlegt að geta valið það sem hann gerir. Ég fekk trú. Hún gefin frá himnum til mín. Og ég fekk Biblíu til að byrja með gefins. En Biblían eins og aðra bækur slitnaði með notkuninni og ég fekk mér nýja. Sem ég keypti sjálfur. Vegna þess að einhvað í hjarta mínu segir, þú verður að vita skil á orði Guðs. Og við erum með orð Guðs hér, í rauðu broti og hér, í svörtu broti, en innihald bókana hins sama, en þýðingar málfar mismunandi vegna þess að málið okkar bara breytist. Það væri, ég held að þér gengi ekki mjög vel að lesa fyrstu þýðingu sem hvað Guðbarans Biblía ekki satt. Þú skilur málið en ekkert alltaf neitt sérstaklega vel. Þetta íslenska bæði, en íslenskan eins og önnur mál tekur stöðugum breytingum. Þess vegna finnur mun á nýjustu þýðingunni 2007 og þýðingun á undan. Af því að þú ert í umhverfi, málumhverfi sem alltaf að breytast. Og þetta vitum við öll. Þannig að þetta þurfa bókmenntir og orð Guðs að fylgja þeirri þróun. Því að fólk kemur og fer og nýir koma inn og vaxa upp í það að verða Guðs fólk. Og það á bara að fá orð Guðs á því máli sem að það í gangi núna. En haldast þýðingarnar við einhver grunn atriði íslenskunar og þannig á það að vera og ég bið að það verði áfram. Þess vegna erum við að gera svona þætti, einkum og sérilagi líka vegna þess að okkur hér umhugað
að menn beri svolítið ábyrgð á trúarþekkingunni sinni sjálfri, sé ekki alfarið með þá ábyrgð á herðum annara, til að mynda pastora, forstöðumanna eða kennara í biblíum fræðum. Það er gott og hollt fyrir okkur öll að bera vita svona sjálfur að ég þarf að gera einhvað sjálfur. Já, aðrir skilja betur en ég. Hver segir það? Annar en þú. Þetta er bara rám. Guð er jafn stór í þér eins og hann er í mér, eða hverjum sem er. Þannig að við skulum ekki vera með slíkt fleipur á vörum, heldur skulum við bara viðurkenna það að ég er maður, segðu þetta með mér, ég er maður og ég þarf á orði Guðs að halda og hér er það. Ekkert flókið. Og við saman, orð Guðs og ég, getum alveg borið okkur eftir þessu. Og gerum, ég veit svo sem ekkert hvernig menn gera þetta, en ég veit að við þurfum að bera sjálf ábyrgð á trúnni okkar. Ekki láta aðra bera hana fyrir þig. Fyrir utan stóð það getur það enginn. Því að þú munt þurfa að standa andspænis drottni þegar uppgjörið verði gert og þú munt verða þar, takt eftir því sem ég segi. Og þú voru spurður og þú voru látið svara. Sá einn sem er hólpinn, trúir á Jesús, fer í gegn. Þú ferði ekki á frábæru kunnáttunni þinni, frábæru viskunni þinni, frábæru verkunum þínum, vissulega frábær. Þú ferð inn á nafninu Jesús. Bara þó þú hafir aldrei gert neitt nema að trúa þessu nafni Jesús, ertu samt hólpinn. Það er sagt að séu reiknuð laun. Ég veit ekki hvernig launin eru reiknuð. Kannski kemur, ég reynda veit ekki hvernig það tala laun. Og þannig að þú getur ávaxtað þitt pund með verkunum þínum í Jesú nafni. Og það er keppið. Það er ávaxtað sitt pund og þá fær maður náttúrulega fær það sem maður hefur unnið til þegar að þessari stund kemur og ég er að tala bara þegar við erum að stíga inn í eilíðina, það er nú þess að sem við erum að þessu, það er til eitthvað sem heitir eilíð og ég vil fara inn þær dyr sem heitir eilíð. Og ég veit að trúin á Jesú flytur með þangað, ekkert annað. Akkur segi ég þetta? Jesús er einn. Þetta er ekkert flókið. Jesús er einn. Hann dó og reis upp fyrstur allra manna. Nafni Jesús verður aldrei afmáð. Það verður alltaf til. Og mitt nafn er ritaðar í dag og ég bið Guð að ganga þannig frá málum og hjálpi mér við að ég skili af mér þessari trú, þangað sem hún á að fara og hvert á hún að fara? Til ríkis Guðs á himnum. Hann heitir Jesús. Við vorum að tala aðeins að það er til meira heldur en Jesús hérna í heiminum. Og fjöldi manns er aðhyllast það. Fær vissulega strauma til sín og líður vel undir þessu. Ég segi, treystið Jesú og engu öðru. En þú mátt alveg gera það sem þú vilt, alveg svo ég geri það sem ég vil og ég vil þjóna Jesú. Þá gerir þú það sem þú vilt. Eða gott er okkur öll að vita hverjum við tilerum og hverjum við viljum þjóna. Og við sem þjónum Jesú, við erum dugleg við að nota þessa bók
Og þá má hvetja menn til að vera duglegri en þeir eru við það, því að nokkuð ljóst að það að gera þetta verður alltaf svona svolítil átök í okkur. Af hverju? Að við erum hold og blóð. Við erum alltaf að berjast við andan sem vil fá okkur til hinna góðu verka. Og andi segir, það gott verk, Konráð, að lesa orð Guðs. Og hver svo sem þrætir fyrir þetta sem þekkir til málsins, ég hygg að hann sé ekki til. En hver þekkir það ekki að ég draga upp afsakanir fyrir því að lesa ekki? Trúaðu manneski sem ætti að vita og vera sólgin í að vita meira orð Guðs. Þetta maðurinn. Og núna skiljum við betur hvers vegna Drottinn talar veikleika manns. Hann að tala mig. Alveg hiklaust. Svo ég sé nokkuð agaður í að lesa orð Guðs, og þá les ég nú samt ekkert mikið. Og ég ekkert stöðugt að grúska í orðinu, það kemur fyrir að ég geri það, meira þó áður en í dag. En samt les ég alltaf einhvað. Og ég veit hvað ég þarf að gera til þess að viðhalda minni trú. Það orð Guðs. Og meira, samfélag við aðra heilaga. Við köllum það kirkja. Og ég segi, við þurfum að tilheyra kirkju. Ég man eftir því að þegar ég var svona yngri í trúnni, þá var hungrið svo mikið eftir orði Guðs að í árum saman gekk hann þannig til fyrir sig að ég held að maður hafi ekki sleppt úr kvöldi til að vera á samkomu. Þannig að maður lokaði vikunni eftir vikunni á samkomum ykkur staðar. Og ef þú til dæmis hér á Reykjavíkursvæðinu, þeir búa svo vel, að þá gastu stilt þetta þannig af að þú gast fundi samkomur, eða náttúrulega fullt af þessu söfnuðum, sem voru að samkomast á sitt hvorum deginum. Og ef þú bara vissir hvernig röðunin var, þá gastu verið á samkomu alla daga vikunar. Og jafnvel þó að maður hafi gert þetta svona, þá átti maður samt sitt andlega heimili á einum stað. Kannski á 2 stöðum. Ég allavega var það þannig á mér. Og maður sótti alltaf stundina á sínu andlega heimili, sem var þá viss kirkja, þegar stundir voru þar, allavega alltaf á sunnundum, kannski ekki á öðrum dögum, ég man ekki alveg hvernig það var. En þá var maður kannski bara einhvers staðar annars staðar á samkomum. Er þetta gott? Ég geri þetta ekki í dag og þessu ferli því lauk á einu stað, ég man eftir því svona, maður fann í hjarta sínu að maður var eiginlega búin að fá nóg af þessu flandri. En þetta var hjálplegt því að maður þráði að heitast af öllu þar að byggjast upp í sinni trú og maður byggðist hratt upp í sinni trú að því maður gerði þessa verk. Þannig að það var ekki til ónýtis sú vinna sem að þarna var eint af hendi. Kannski má vera að einhverjum hafi fundist að svona full mikið af því góða, en svona vildi ég gera og ég hafði fullt leyfi til þess. Þetta var ekkert rangt við þetta, þannig ég þurfti ekki að spyrja neitt leyfi, kannski plaga þetta einhvern, en þá var það bara svo að vera. Ég lifi mínu lífi, þú ætlar að lifa þínu lífi og ég ætla ekki að hlutast það hvernig þú lifir því. En ég segi, hvernig þú lifir því, lifði því bara rétt. Og það gerði maður, þó maður væri á hinni og þessari samkomu, þá lifði maður sínu trúarlífi rétt og gerir enn þann dag í dag. Þegar maður á lagt á þetta vinnu
og Drottinn hefur gefið mér skilninga á hvað trú sé. Þess vegna vil ég vera vel að mér í orði Guðs og þetta er orð Guðs sem við erum með hér opið fyrir framan okkur. Þannig við sjáum að það er léttur leikur að grípa til bókarinnar að og fræða sig, því að það er alltaf til góðs að fræðast upp úr orði Guðs. Það er alltaf til góðs. Og við erum í Jesaja og þetta er 49. kafli. Við skulum lesa hérna frá og með 8. versi. Svo segir Drottinn: á tíma náðarinnar bænheyri ég þig. Á degi hjálpræðisins hjálpa ég þér. Ég myndaði þig og gerði þig að sáttmála fyrir þjóðina til þess að reisa við landið. Úthlutaði eittum erfðalöndum erfðalöndum til að segja við hinna fjötruðu, gangið út. Og við þá sem í myrkri sitja komið fram í dagsbirtuna. Hlutverk. Trúarmaður hefur hlutverk. Við hvernig er hann að tala? Já, líklega Jesaja. Jesaja er ekki uppi í dag. Þú ert uppi. Hann er því að tala við þig. Og hvernig líst þér á það? Hann tala nú ekki mikið um mig. Hann er að því núna. Hann er að gefa þér fyrirmæli um það hvað þú eigir að gera. Ég var að lesa þetta aftur. Svo segir Drottinn: á tíma náðarinnar bænheyri ég þig, á degi hjálpræðisins hjálpa ég þér. Ég myndaði þig og gerði þig að sáttmála fyrir þjóðina og úthluta eittum erfðahlutum til að segja við hennar föllnu, gangið út, og það sem í myrkri sitja komið fram í dagsljósið. Þetta er verkefnið. Með öðrum orðum, trúin úthlutar verkefnum. Allir trúaðir fá því verkefni. Fer eftir því hversu iðnir þeir eru og duglegir, hvernig þeir sinna sínu verkefni, en þeir fengu og fá verkefni. Það er enginn sem getur sagt við Guð: já, þú úthlutaði mér nú aldrei neinu. Það stenst ekki orð Guðs að tala svona. Annað er hvort þú heyrir í honum, hvort þú gangið fram í hlíðinni. Það er allt annað. Það er eitt af því sem við lærum. Af því að lesa orð Guðs, þá lærum við margt svona. Þetta sýnir okkur það að trúin á Jesú er ekkert nema vinna. Verk, og það góð verk. Allt sem þú gerir í Jesú er alltaf góð verk. Þannig að þú getur verið reikinn að sjálfu þér að því leyti að þú hefur hingað til gengið fram í vilja Jesús. Í slóðinniðinni eru því góð verk sem Drottinn mun á sínu tíma hampa og lyfta upp. Þetta eru verkin hans, þetta eru verkin hennar, þetta eru góð verk. Þetta er það sem við viljum fá. Þetta eru ummælin sem við viljum fá. En hvað erum við að gera til þess að tryggja okkur þessu ummæli? Hann heitir Jesús sem tryggir þau. Engin annar. Sumir trúa þessu og þeir taka undir þetta. Aðrir trúa þessu ekki og taka því ekki undir þetta. Svart og hvít mynd er dregin upp. Klippt og skorið. Og er það ekki
svona uppstaðið besta leiðin. Drottinn segir sjálfur að hann hati hálfvelgjuna. Hjá hálfvelgjunni er ekkert klippt og skorið. Það er ef og mundi endalausar spurningar sem að ætli þetta sé svona, ætli þetta sé svona. Engin mynd á. Þar að leiðandi engin svör. En þannig starfar ekki Drottinn. Hann starfar með beinum hætti. Hjá honum eru engin vafaatriði. Þess vegna vill hann hjá mér og þér skýr ummæli. Hvað vill ég? Hvernig er bænin mín? Er hún beinskeytt? Er hún skýrt orðuð? Kemur hún frá trúarhjarta? Og hvernig talar trúarhjarta? Ég veit hvernig trúarhjarta talar. Það talar vilja Guðs út. Það gerir trúarhjarta. Og trúarhjarta fóðrar sig með mælgi sem að það veit að Drottinn er eiginlega að bíða eftir frá þér. Þannig að gammtu fram í trú. Daginn út og inn. Þú getur það. Og þú horfir tilbaka og sér blómabreiður í slóðinni. Af því þú gekkst fram í trú. Þú gekkst aldrei fram í einhverju hálfvelgju. Spyrjandi þið endalaust hvort þetta sé svona og aldrei neinn svör. Það er eðlilegt að við spyrjum okkur hvort að þetta eigi að vera svona eða svona. En við viljum svör. Og þau koma og þú veist hvernig það á að vera. Og hlutur verður eins og hann á að vera. Góður hlutur. Gott verk. Og þetta góða verk mun fylgja þér. En því miður fylgja þér líka slæmuverkiðin. Öll eigum við sjálfsagt okkar slæmuverk sem við sjálf allavega vildum að hefði verið aðeins betri. En hvernig sem hvort sem verkið er gott eða vond, að þá getum við ekki staldra við það. Góðverkin, þau eru í slóðin okkar. Og við getum snúið okkur við og glaðst yfir því að, vá maður, svona mörg góð verk hef ég gert. Allt í trú til að lyfta upp nafninu Jesús, þá og þá og þá og þá. En núna er dagur nýr dagur. Ætlum við að bæta enn einu góðu verki í slóðin okkar eftir þennan dag? Við getum það. Af því við erum að viðhalda okkar trú. Við viðhaldum trúnni með því að gera það sem rétt er. Og ætli við vitum ekki orðið hvað er rétt. Ætli við vitum ekki orðið að það er rétt á okkur að sækja stund í kirkjun okkar þegar stund er. Oft hef ég heyrt eftir stund, já þetta var bara frábær stund í dag. Yfirleitt segi ég það sjálfur eftir stund, þetta var mjög góð stund. Af því hún var það. Og ég var þar. Og staðfesti því það sem að gerðist. Svona eru stundir í kirkjunni. Þú heima, að veltaði fyrir því hvort þú hefðir átt að fara eða ekki, mistir af. Netið er í dagrindar og það er mikil blessun að netinu, en það er líka mjög gott að segja það og hamra á því að það tekur aldrei yfir það að vera í andrúminu. Það er ekkert sem skákar því. Heyra með eigin eyrum frá tækjunum hljómfallið. Heyra með eigin eyrum gegnum hátalara í dag, þetta er nú allt í gegnum hátalara, orðin beint í sín eyru. Það jafnast ekkert á við það.
og stundum vera með því að, já, fagna, getur allt gerst á stundum. Og þetta hefur allt áhrif, góð áhrif, okkur líkar þetta vel. Þú sérð þetta á netinu, jú, en jú, getur alveg fengið, það gott að, já, það getur verið ákveðin tilfinning að vera þar, því að Guð góður. En hann segir, það jafnast ekkert á við það að vera á staðnum. Þess vegna hvetur hann okkur til að koma. Svo fyrir utan það það bara gott að aðeins að breytum umhverfi og koma inn í nýtt umhverfi þó við þekkjum það, gjörþekkjum það. Þetta annar staður og þar fer þetta fram og þetta svona aðeins upplifting á deginum. Ekki annars rétt hjá mér? Jú. Og til að þetta allt saman haldist svona, þá erum við að nota bókina sem heitir Biblían til þess að skerpa á ýmsu hjá okkur sem að kannski hefur svolítið rykfallið á og það getur alltaf gerst. Því við erum bara manneskjur sem erum að glíma alls konar glímu og við gerum það víst áfram svo lengi sem við lifum. Þannig að maður getur huggað sig við ýmislegt. Ef huggun skal kalla, ef við huggum okkur með þessu, þá það vegna þess að við höfum lært af því. Þannig við erum með þetta allt í höndunum. Hvað við gerum val hvers og eins. Já, þetta líður með það. Markúsa Guðspjall, sem til í Nýja testamentinu, ekki satt. Það gera annars. Pétur, það þess að 14. kafli, Pétur var niður í garðinum, þar kom ein af þernum aðstapressins, sá hvað Pétur var að ordna sér. Hún horfði á hann og segir, þú varst líka með manninu frá Nasaret, þessu Jesú. Því neitaði Pétur og sagði, ekki veit ég skil hvað þú ert að fara. Og hann gekk út í forgarðinn, en þá gól hani. Þar sá þernan hann og fór enn að segja við þá sem hjá stóðu, þessi einn af þeim. En hann neitaði sem áður, litlu síðar sögðu þeir stóðu hjá, en við Pétur. Víst ertu einn af þeim, en ertu Galilíu maður. Við sjáum ástandið, við sjáum andrúmið sem blessaður Pétur í. Við sjáum að Pétur þarna var bara gunga. En við dæmum ekki Pétur. Við skulum bara setja okkur í okkar eigin stöðu og hann. Ég held að við myndum bregðast líka við sem bara hreinar gungur. Það ekki? Og hann gól þriðja sinni, þá vatt Kristus sér við, horfði á Pétur og það var nótið þess að hann gekk í sig, iðraðist og var þessi Pétur postuli eftir sem að við dáustum að. En hann var bara eins og þú. Kannski gunga, veit það ekki, hann gekk í sig og var stór strákur. Með stóran hluta af Nýja testamentinu skrifað af sér. Drottinn heiðrar viðsnúning manna. Hver staðið þín? Ert þú kannski á stað sem þú ert að velta fyrir þér að yfirgefa þetta allt saman bara? Stattu upp frá honum og iðrastu og gaktu til liðs við Krist því hann bíður eftir að fá þig. Í Jesú nafni. Við segjum þetta gott og Konráð þakka fyrir sig og heldur þessu góða verki Drottins áfram.